Ég fer á Landrover fram í vatni á Kópavogs. Já, ég kom inn með einhverju heimili Guðrúnar og Árna hérna í Búðardal. Þau eru fyrrverandi sauðfjárbændur á stóra Vatnshorni upp í Haukadal. Hvað gera sauðfjárbændur þegar þau hætta að vera bændur? Jú, þau leggja sko alls ekki árar í bát, heldur fara og hella sér út í handavinnu. Þau eru að spæða að selja hérna upp í handverkshúsinu Bolla, hérna sem að flestir þekkja sem keyra hérna veginn í gegnum Búðardal. Og Árni er meðal annars að gera þessa fínu bíla og alls konar úr tré. Við ætlum að kíkja hérna inn í skúrinn hjá honum og heyra okkur hvað hann er að gera. Árni, ég sá svo fallega bíla hérna í handverkshúsinu Bolla í Búðardal og þeir voru merktir þér eða konunni þinni. Þið eru svo dugleg að hún að prjóna alls konar og þú hérna að smíða. Segðu mér aðeins frá hérna hvernig þú ferð út í þessa smíði. Já, það er bara til að hafa eitthvað að gera. Þá fór ég að hugsa hvað ég gæti smíðað og ég var búinn að hugsa það að hérna smíða bíla og ég get bara sýnt ykkur það ég skildi smíða jeppa. Já. Og hérna þetta eru frumsmíðin, sko. Þetta er verið Landrover og hérna Willys. Sjáum við. Og þetta sérðu árangun af þessu, ég veit ekki hvort þetta ekki dálítið líkt. Það var mín fyrsta sko hugsun að er svona svolítið líkt. Hvernig kemur hugmyndin að jeppum? Bara eitthvað sem þér langaði? Já, þetta voru aðaltækin okkar til þess að ferðast á. Já. Það fyrsta ég keypti nú, já, það hefur líklega verið 52 hlið, þegar þá keyptum við Landrover, þetta vörubíl var saman með bræðurinn, næsti sem var eftir mér og áttum hann en svo keypti ég fyrst Landrover. Já, það fyrst í heimilisbílinn. Landrover? Já. Bara byrja á toppnum. Það er ekkert öðruvísi. Þið voru sauðfjárbændur, þú og konaðinn, hérna á stóra Vatnshorni. Horni, já. Já. Hérna upp í Haukadal, nákvæmlega. Og þeir eru búin að vera bændur í 45 ár, eða ekki? Jú. Nú er dóttir ykkar tekin við þar og þá farið þið í þetta handafinn og full að selja við þetta. Leggjast sauðfjárbændur ekkert bara... Já, það var nú kannski ekkert alveg prógrammið að fara að selja strax, en maður varð að hafa eitthvað að gera. Já. Það er ekki hægt að bara setja upp í rúmi og... Ég er ekkert viss að allir sem eru 88 ára séu sammálaðir, en ég veit að sauðfjárbóndagenið í ykkur að þið verðið að hafa eitthvað fyrir stafni. Þetta er bíllinn sem var, þetta bíllinn við hafa keyptur í Landrover á Hömrum, sem ég uppræði fyrst, það kom 51. Já. Og mamma fekk hann út á póstina, þú var með póstflutninga. Faðir minn dó 48, póst í bílskristi, og hérna, hún hélt áfram með póstinu og bróðir minn tók við. Já. Og hérna, svo fekk hún hennar Landrover og hann var D90. Þannig að númerið er á honum. Já, þeir fengust ekki þá nema svona bara út á eitthvað svona sérstakt. Var það pósturinn sem að kaupir? Já, pósturinn, póstur. Eins og ljósmóðin, hún fekk líka í miðdölunum, hún fekk svona bíl líka. Já, þess að komast á milli. Það var úthlutað svona. Það var úthlutað ökutækjum á þessum tíma? Já. Já, númerin... Þetta er gamli Ford. Þetta er gamli Ford? Já, þennan bíl, svona bíl eignaðist ég fyrst. Er þetta eins og fyrsti vörubíllinn sem að... Já. 47 módel. Nei, heyrðu þú, hann sturtar á allt. Já, En ekki hvað. En númerin hérna, Þetta er nú bara sko, svona, ég byrjaði á vörubíl og svona áframhaldandi frá einu og svo hef ég selt náttúrulega sko bíla bara til einstaklinga eða látið hafa sko. Já. Sem að eru með þeirra eigin númeri. Já, þú getur gert bara eftir pöntun. Ef að því er að skipta, þá getur maður fengið enganúmerið sitt eða gamla númerið sem maður hafiði. Þessi bíl er með svoleiðis númeri. Já. Það var prestur og Kvennabrekku, hann átti þennan bíl, 114. Já, D100 og D er náttúrulega Dalasýsla væntanlega. Já. Þetta er eiginlega svona stofustáss bara.
En það er líka alveg hægt að leika með þetta. Þetta er líka alveg, þetta þolir alveg krakka. En það er svo magna hvað er stutt síðan að þetta var. Þú varst að segja að þegar þið byrjaði að búa, að þá var ekki vélknúin, þá var bara slegið með orf og ljá. Já. Að því að túnin voru bara í þúfu með það semst ekki nógu slétt fyrir. Það var verið einstakast komið hérna hestasláttuvélar og líka fyrir rakstavélar og svona sko, það fyrir hesta. Ég eignaðist það ekki því að það kom og fóru vélar að flytjast inn þarna þetta leyti. Þannig að þú ferði í Massa Ferguson, er það ekki? Kaupir? Nei, það var bara Ferguson sem kallað var. Já, það var ekki Massa og Svasti Ferguson miklu seinna. Hann kemur miklu seinna, þetta hét Ferguson fyrst. Já. Svo keypti ég þennan Deutz. Sem er hérna fyrir utan? Já. Hvenær kaupir hann? 64. Hann er búinn að fylgja þér þá alla tíð. Síðan þá kaupir hann og gerður hann svo upp hérna. Já, ég er svona ditt að hann og mála hann og svona. Já.